Halló, hæ og gleðilegt fullt tungl, alveg dásamdar dagur, dásamlegt tungl, tunglmyrkvi, þannig að það er ekki víst að við sjáum það, en frábær orka. Ég ætla að kveikja hérna á myndbandinu í símanum mínum og svo ég geti fylgst með og fylgst með kommentum og svona verðum við sem að allt sé gúti, glæsilegt. Við erum allt er eins og á að vera. All right. Fullt tungl, verið velkomin og gaman að vera með ykkur eins og alltaf. Það er já, svolítið skemmtileg orkaði gangi með þessu fulla tungli. Það er fullt tungl í Nauti og svo er tunglmyrkvinn leið, þannig að það má segja að þetta er svolítið kröftugt. Tunglmyrkið, sagði ég það ekki örugglega? Jú. Og við ætlum að fara í lestur á 3 stokkum og að sjálfsögðu erum við með monologi, svo erum við með Imperial Dragon Oracle og svo Runic Odyssey, rúnaspilin. Þetta eru svona heavy hitters, þetta er svona, má segja, stórskotaliðið. Þetta er allt svolítið svona öflug spil sem að ég er með núna, svona kröftug, svona sterk spil. Það er í monologi er svo sem mikil mýkt og í rúnanum fylgir þessum spilum er mýkt í þessu rúnum, en oft geta rúnir verið svolítið hvassar og drekanir eru náttúrulega svolítið svona vel sterkir, kröftugir, en spennandi. Ég ætla að leyfa ykkur að velja ykkur stokk og tengja ykkur við og gera eins og ykkur finnst best og ég ætla að leggja skjána niður og fjalla aðeins tunglið á meðan að þið tengið. Ok, þannig að hérna eru spilin. Þið flest sennilegast ekki þetta er monologi, Imperial Dragon og svo rúnirnar, Runic Odyssey. Þetta tunglja, fullt tungl í Nauti og það má segja svona megin orkan á bakvið þetta fulla tungl sé ávöxtun. Það er að segja við erum ekki bara að uppskera, heldur við erum búin að uppskera. Og nú kemur upp hvernig ætlum við að stækka það sem við höfum, hvernig ætlum við að stækka uppskerun okkar. Það er það sem ég á við með ávöxtun. Hvernig stækkum við það sem við nú þegar höfum og eigum og erum með í höndunum. Hvernig ætlum við að láta það ná lengra og gera meira fyrir okkur. Þannig að þetta er mjög spennandi orka og það hefur alveg verið talað í kringum þetta fulla tungla að mögulega gæti einhverjir upplifa sko auknar hvatir, bæði sko bara fjárhagslega að sko fjárfesta, taka viðskiptaákvarðanir, fasteignakaup og líka í einkalífinu varðandi sambönd og ástarlíf og sumir geta upplifað sterkari og dýpri hvatir gagnvart því. Og það fylgir svolítið nautinu sko að vilja sko njóta, eiga og njóta og hafa, og nautinu finnst svona svolítið gott að mæta svona áþreifanlegu þörfunum sínum, þar sem að það getur svona séð og er með staðfest, og því fylgir þá oft snerting og munir, eignir, hlutir. Og eins og ég segi, það getur fært alla leið upp í fasteignir og viðskipti í gegnum auð, og svo að sjálfsög hvað er auður. Þannig að nautið það er svolítið, því þykir velsæld góð, þú skal segja þannig. Nautum finnst góðir hlutir góðir, það er bara svolítið einfalt. Þannig að það er kannski svolítið ekstra kikk í langanir og hvatir þessa dagana. En svo er líka þessi orka að stækka, að auka, að ávaxta, stækka það sem við höfum og láta þetta skapa út frá sér eitthvað til að gefa okkur meira. En við skulum fara í spilin.
Við byrjum á monologi. Og þá byrjum við á því að kanna, afsakið, ég er nýstigin upp á flensu, þannig röddin er ekkert alveg það sem hún á að vera. En þá byrjum við á að kanna hvað er að fara frá okkur, hverju eru við að sleppa tökunum af. Koma tvennspil og það kemur bæði sem sagt að ekkert er slegið í stein og ekki láta stoltið þitt standa í vegi fyrir þér. Þannig að hér er verið að minna þig á að ákvarðanir sem eru teknar í dag eða núna, þær þurfa ekki að vera endanlegar, þær þurfa ekki að vara að eilífu, þær geta breyst. Og svo þetta líka að við megum alveg við því að kanna hjá okkur sjálfum, erum við að bregðast við eins og við gerum af því að okkur finnst að vera rangt eða að því við þolum illa að hafa rangt fyrir okkur eða að því að við þurfum að gefa eftir einhvers staðar, þurfum að gefa eftir stoltin okkar eða þetta er ekki nákvæmlega eftir okkar eigin höfði. Þannig að þetta er það er áminningin að þó að þetta sé ekki, þó að sumir hlutir séu ekki nákvæmlega eins og þú hefði viljað hafa þá eða gera þá eða skapa þá eða hvað nú, þó að þetta sé ekki alveg perfekt núna, þá er ekki þar með sagt að það breytist ekki. Stundum borgar sig bara að byrja smátt. Við þurfum ekki að vera með the whole shebang alveg strax frá upphafi, við þurfum ekki að vera 100% strax. Það má byrja smátt og leyfa svo boltanum að rúlla og vinda upp á sig og ávaxta sig, svona svo við höldum okkur innan þemans. Breytingar geta alveg átt sér í stað. Þetta er ekki endanlegt, þetta er ekki slegið í stein og við þurfum stundum svolítið að átta okkur á því að það má breyta aftur seinna, svona eins og maður segir oft við börnin. En þá skulum athuga hvað er þetta fulla tungl að lýsa upp fyrir mér núna. Og aftur koma 2 spil og það er hérna, taktu tíma til að anda út og að vinn-vinn útkoma er framundan. Og það er kannski svolítið í takti við hérna að leggja stoltið til hliðar og átta sig á því að þarf ekki alltaf að vera 100% strax í upphafi, að stundu þurfum við bara aðeins að anda léttar. Ekki halda niður í okkur andanum. Það er stoltið vill stundum að við gerum það, að við höldum bara niður í okkur andanum þangað til að annarkvort við fáum okkar vilja framgengið eða þá við bara springum. Þannig að andaðu út, slakaðu og mundu, þetta þarf ekki að vera endanleg ákvörðun og það er gott framundan. Það eru jafnskipti og jafnvægi í ákvörðunum og í vexti og í því sem þú ert að gera. Það er framundan. Og þó að þú og einmitt þetta, þú veist, að kannski setja stoltið aðeins til hliðar, skapa rými fyrir það að það verði þessi vinn-vinn útkoma. Í stað fyrir að þú fáir allt og einhver annar fær ekkert, að ef að skipti 50-50 á milli ykkar, þá verður vöxtur hjá báðum. Vöxtur, ávöxtun, gróði. Þannig að stundum borgar sig að leggja bara stoltið til hliðar, vera samvinnuþýður, gefa þess eftir, slaka hans á, þurfa ekki að vera 100%,
sleppa tökum aðeins á fullkomnunar áráttu líka og gefa aðeins meira færi á sér í samvinnu jafnvel og þannig skapast meira jafnvægi í þessum áhrifum sem leitast eftir þessari ávöxtun, þessari stækkun, þessum snjóbolta áhrifum í vinningi og í þroska og gróða, hvort sem það er veraldlegt eða persónulegt. Nú og svo sjáum við hér með 3. spilinu, eða 5. spilinu, hvað er þá framundan? Og það kemur hér: sýndu heiminum þitt sanna sjálf. Og þarna kemur inn svolítið áhugavert element að stoltið vill oft setja upp eitthvað grímur til að láta mann líta út fyrir að vera svona hinsegin eða meira en það sem maður er, eða eitthvað ákveðin típa, eða að krefst, setja upp eitthvað grímu til að krefst ákveðina virðingar eða ákveðins viðmóts frá fólki. En stundum þá hrindir það frekar frá. Ef við sýnum okkar sanna sjálft og ef við erum einlæg í því sem við gerum, þá fáum við einlægnina tilbaka, bæði í viðmóti frá öðrum og líka bara frá heiminum og frá, út frá því sem við erum að gera. Okkar verknaður og okkar ávöxtun verður einlægari eftir því sem við erum það. Og svolítið að því að ljónið er nú hérna að minna á þetta með stoltið. Að ljónið er nefnilega svolítið sérstakt að því leytinu til að það getur útgeislunin er eitt öflugasta verkfæri ljónsins. Að því að með þessari útgeislun, ef að ljón útgeislar kærleika, einlægni, ljóma, fegurð, samvinnuþýði, og öllu þessu, ef ljón sýnir það í sinni útgeislun af einlægni, þá smitar það svo sterkt út frá sér og það speglar þannig sterkt út frá sér að það er nákvæmlega það sem það fær tilbaka. Ljónin hins vegar geta líka beitt sinni útgeislun á þann hátt að það hrindir fólki frá. Það er að segja til þess að verja sig. Þannig að það gerir sig stórt, það gerir sig virðingsvert eða gerir sig svona voldugt og mikið í ásjónu eða hegðun til þess að passa að það komist engin annar að, til þess að passa að það komist engin nærri þeim. Og í rauninni er ljónið þá að stækka sig til þess að það get ekki einhver annar klekkt á þeim. En þá ýtir þetta líka svo mikið frá. Og þannig þarf að kryfja svolítið það stolt og reyna að leggja það til hliðar og vera það frekar einlægt og útgeisla kærleika og einlægni og sýna sanna sjálfu sitt, hleypa öðrum að. Því að það er það sem skilar sér yfirleitt tilbaka og það er einmitt eitthvað sem er mjög líklegt til að skila tilbaka svona vinn-vinn útkomu og mikilli ávöxtun. Þá eru Múnolöki búin að segja sitt og þá eru næst Imperial Dragon. Þá byrjum við að kanna hverju við þurfum að sleppa tökunum af. Kveðja og sektarstuð. Það kemur magnin adversity segir það hér. Sem sagt hérna augranir og hindranir
og í rauninu má segja ákveðna stefnur líka. Að hér eru einhverjar gamlar hugmyndir og gömul gildi jafnvel, gamalt viðmót, eitthvað sem að hefur þvælst fyrir manni, oft mjög lúmst, en hefur stundum kannski komið í veg fyrir að maður taki ákvarðanir eða fara eftir eigin vilja, eftir eigin löngunum og hvötum. Það eru kannski einhver svona gamlar hugsanir eða jafnvel gildi sem að ekki einu sinni manns eigins, heldur eitthvað sem að maður innprentaður af, sko. Og það borgar sig alveg að taka stundu tékk á þegar maður rekur sig á eitthvað svona, nei, ég má þetta ekki, ég get þetta ekki af því að kanna hvaðan þetta af því að kemur og hvort það sé eitthvað sem að þú raunverulega ert sammála, hvort þetta sé einlæg hugsun og líðan hjá þér, eða er þetta eitthvað sem að þú ert mögulega bara að apa upp eftir einhverjum öðrum, eftir samfélaginu eða foreldrum þínum eða öfum og ömmum með skólakerfi eða hvað nú. Og þannig eru oft miklar hindranir sem að hafa verið í vegi fyrir okkar vexti og staðið í vegi fyrir okkar löngunum og hvötum og því sem og draumum hreinlega, og staðið í vegi fyrir okkar vexti. Þannig að hér er vert að kanna hvað það geti verið til þess að sleppa tökunum á því og láta það ekki stoppa sig lengur. Við skulum þá athuga hvað tunglið, fulla tunglið er að lýsa upp. Við viljum beina athyglinni að. Og það kemur hér jafnvægi, balance. Þannig að hér þarf að skapa jafnvægi, finna jafnvægi bæði í sjálfinu, þessu tilfinningalega og huglæga, jarðtengingun okkar og huglægutengingun okkar, líkaminn. Og svo alltaf þetta alveg klassíska að finna jafnvægi í lífinu, þú veist, okkar daglega lífi. Jafnvægi á heimilislífi, einkalífi, starfi, skóla. Þetta eru oft margir boltar sem þarf einhvern veginn að stilla á vogarskálinnar þannig að allt haldist ok. Þannig að það fjúki ekki bara allt koll. Og þá þarf maður líka kannski svolítið að athuga hvað er að íþengja mér, hvað er að halda aftur að mér og hvað er ég mögulega að burðast með sem að ég þarf ekki að burðast með. Og þá koma einmitt oft upp einhverja svona gamlar, úraldar hugmyndir sem að í rauninu tilheyra mann ekki sjálfum. Þannig að maður er ofta að burðast með eitthvað algjöran óþarfa og eitthvað sem er þá yfirleitt að standa í vegi fyrir því að maður gerir það sem mann raunverulega langar til að gera og gerir það sem að raunverulega stuðlar að persónulegum þroska og vexti. Hvernig getum við ávaxtað af því sem við eigum og því sem við höfum í jafnvægi, án þess að það fjúki allt koll, án þess að það setja okkur úr skorðum. Og þá er oft bara mjög góð regla að ef maður ætlar að bæta ykkur við, ef maður ætlar að stækka við sig á einu stað, að þá þarf maður ofta að minnka á öðrum. Og ef við ætlum að minnka eitthvað hjá okkur sjálfum, hvaðan er þá skynsamlegast að minnka við sig? Hvaðan er best að taka úr og losa sig við?
þetta úrelta, þetta gamla, þetta sem er að standa í vegi fyrir okkur, þetta sem heldur aftur á okkur og gerir okkur ekki gagn, þetta sem að minnkar líkur á ávöxtun. Bara er ekki best að reyna að draga frekar úr því heldur en eitthvað sem skiptir okkur máli og eitthvað sem hjálpar okkur. Ef við ætlum að bæta við eitthvað góðu þá skulum við endilega losa okkur við eitthvað sem er ekki að stuðla að því. En þá skulum við athuga hvað er framundan. Já, tökum þetta. Sko. Já. Ok. Það er eitthvað fróðlegt framöndan að gera. Það er virkilega mikill vöxtur og það er eitthvað upplómun hérna af varðandi sko draumana þína, persónulegu draumana þína, það sem þið langar til að gera. Allt í einu fattaru að það er eitthvað hérna sem að til virkilega langar til að gera og það er raunhæft, en þá þarftu líka að berjast aðeins við eigin skratta til þess að ætla nálgast þá drauma, þau markmið, þessi nýju hugmyndir og það sem þau langar til að gera. Og því, sko, það sem við þurfum yfirleitt að kljást við erum við sjálf og þá komað yfirleitt inn þessi gömlu hugsanir, gömlu munstrin okkar. Eitthvað sem að gerir okkur ekkert gagn, þetta er í rauninni bara slæmur ávani oftar en ekki. Eitthvað gömul hugsun að segja nei, ég get ekki þetta því að bla bla. Það er oft bara, þetta er rauninni ekki við sjálf, heldur bara hreinlega gamall vani eða eitthvað sem að okkur trúað fyrir sem börn hreinlega. Bara svona eins og þetta með að skorpan sé holl eftir hlutina brauðinu. Bara börn trúa þessu og svo trúa þau þessu oft fram eftir aldri og þannig að það er oft bara stóru uppgötvun og uppgötva það, kannski komin að fullur hans árun og uppgötva það að skorpan er bara nákvæmlega eins og restina brauðinu. Ekkert hollari. Og ég vona að ég sé ekki að upplýsa hérna einhverjar stórkostlegar fréttir fyrir einhverjar hlustundur, en hérna en það verður hérna framundan svona aha moment varðandi það sem þið dreymir að gera og þú munt þurfa að kljást við eigin munstur, eigin hugmyndir við sjálfið hvernig þú ætlar að koma þessu hvernig þú ætlar að stækka þitt líf og ávaxta af því sem þú nú þegar hefur. Og þá þarftu að minnka eitthvað starf við þig í því sem er ekki að þjóna. Þetta voru drekafir. Og því næst eru rúnirnar. Þá skulum byrja á því að athuga. Já, ok. Nýtt tungl, nýtt upphaf. Já, höfum þetta svona á kantinum. Þegar það eru, sko þó að þessi fullt tungl í dag, þá fylgir því þessi ákveðna orka að það geta verið teknað svolítið, geta verið teknað alls konar ákvarðanir í dag, eða þessa dagana, sem að munu ákvarða nýtt upphaf af einhverju leyti. En þá vil ég fá að vita hverju við ætlum að sleppa tökunum af. Það kemur hér eivas sem er breyting og endurnýjun og hér finnst mér fyrst og fremst verið að benda á að við þurfum
ekki alltaf að gjörsamlega gjörbreyta, snúa öllu við og umbreyta okkur sjálfum eða útlitin okkar eða líkamann okkar eða umhverfan okkar eða íbúin okkar eða herbergi eða hvað nú, til þess að fara í nýtt upphaf, til þess að fara í frekari ávöxtun. Okkur hættir stundum til að þegar við tökum ákvarðanir, þetta er svona eins og nýjársheitið, tökum ákvarðanir sko til þess að gera betur fyrir okkur sjálf, að þá verður svo stórt að það einmitt verður sko, ég ætla að hætta að borða allar kornvörur og allan sykur og bara strax í dag og hana nú og aldrei aftur, og svo gefum við ekkert svigrúm fyrir okkur sjálf í þessum breytingum, og þannig að þetta verða alltaf svo öfgakenndar stórar breytingar. Það er það sem að okkur finnst áþreifanlegast, það er það sem við sjáum mest og skýrast. En hér er áminningu það að þetta þurfa ekki að vera svona afgerandi stórar drastíkar breytingar til þess að það hljótist árangur af. Og stundum þurfum við bara að sleppa þessari hugmynd að snúa blaðinu við og umbylta öllu. Stundum er þetta bara hænuskrefin sem enginn sér nema þú sjálft. En þá skulum við athuga hvað er tunglið að benda okkur á, hvað er það að lýsa upp og beina athygli okkar að. Og það kemur výrd, tómarúnin, hið óþekkta og örlögin. Þú stendur frammi fyrir breytingum, vissulega. Hér er nýtt upphaf að gerast og þetta er ekki nýtt upphaf eins og þú hafðir hugsað þér, sennilegast. Þetta er ekki þessi gjörsamlega umbylting og umbreyting sem þú hafðir alltaf ímyndað þér. En hins vegar er hér stór örlega breyting engu að síður, þó það fari lítið fyrir henni, þó að það séu hænuskrefin, þó að það sé bara eitt lítið skrefi einu. Þá eru það eru litlu sigrarnir sem skipta máli, hvernig sem þeir eru, hvort það sé breyting á ávana eða aukning á einu stað og draga úr annar stað. Það eru þessar litlu breytingar sem skipta máli. Og stundum veit maður ekkert alveg hvaða áhrif það kemur til með að hafa til lengri tíma, og það er allt í lagi. Maður þarf ekki að sjá allt fram í tíman, maður þarf ekki að plana breytingarnar sínar eitthvað fram í tíman, eftir 4 mánuði, 6 mánuði, 1 ár verði ég verið komin hingað. Við skulum bara vera í núinu og taka þetta eitt skrefi einu. En þetta er það sem kemur til með að vera í rauninni stóra breytingin í lífinu þegar þú horfir tilbaka. Kemur að því einhvern tímann seinna meira að þegar þú lítur yfir farin veg, þá áttar þú þig á því, herru, þá þarna. Áttaði mig ekki á því þá, fannst ég ekki verið að gera neitt merkilegt, en það var þarna sem að hlutinir byrjuðu að breytast. Þannig að ekki gefast upp þó að það sé ekki þessi snúa við blaðinu 100% og hvissbæn tilfinning. Það skulle athuga aðeins hvað er framundan. Og það komu 2 spil. Það segja eftirgef og að líta inn á við.
Þannig að þú ert í mjög áhugaverðu ferli og einmitt sem krefst þess að, og það er það sem er framundan, að þú gefir aðeins eftir inn í ákveðna óvissu, inn í það að þú vitir ekki, inn í það að þetta sé ekki quiz bang og kannir aðeins inn á við, horfir aðeins inn á við og skoðir hvað það er sem að þig raunverulega dreymir og langar og vantar í líf þitt, hverjar raunverulegar þarfir þínar eru og einmitt þessi sko litlu skrefin. Það er hérna þessi fínlega vinna í átt að breytingu og einmitt að gefa eins eftir, bara slaka þess inn í aðstæður, vera í núinu. Það er svolítið mikilvægt núna að halda sig í núinu, ekki vera með hausinn alltaf eitthvað langt fram í tíman, ímynda sér já þegar að ég verð búið að þessu þá verður allt hérna, þú veist, að alltaf ímynda sér þess að quiz bang búm breytingu. Heldur að vera í núinu og taka þátt í breytingunni, skref fyrir skref. Já, þetta voru rúnirnar, það eru búin að segja sitt og þá ætlum ég að koma hérna á skjáin aftur. Hæ. Já, þetta var áhugavert, 3 svolítið ólíkar lagnir og svona, já, skemmtileg skilaboð í þeim öllum og svona breytingar í vændum samt hjá öllum heyrismanni, þú veist, það er þessi tími sko og maður finnur það svolítið bara í orkunu, núna er eitthvað að gerast, núna er sjóið að byrja sko, þetta er að síðustu mínútunar þegar maður situr í áhorfandasalnum og maður sér að sýningin er alveg að fara að byrja, núna er þetta að gerast, þannig að þetta eru spennandi tímar sem við erum í núna og það er áhugavert framöndan og mikla breytingar á loftinu. Og ég er þannig, ég er einfallega bara þannig gerð að ég er aðdáandi breytinga. Ég veit að sumir upplifa það sem gífurlega ögrun og finnst ekkert þægilegt svona þegar hlutinu breytast og ég skil það mjög vel. Og ég skil það líka að ég er ekki hluti af stórri flóru sem að dáir breytingar eins mikið og ég geri. En já, þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég vona að ykkur þið upplifaðu þannig líka þó að þetta sé oft ögrun. Ég bara eins og alltaf finnst gott að eiga þessu stund með ykkur. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verða að gagni og ég þakka bara